Alright, what's up? Ég heiti Jósef Arleifur Lárusson, ég er kokkur, ég vinn á Kopar, ég á minn áhugamál, ég á drauma, ég á brostnar vonir, ég á margt og mikið en það er margt sem ég á ekki og það veldur mér alveg kvíða og áhyggjum eins og mörgum öðrum sem eru í kringum okkur. Það er alveg rosalega fókus hjá mér að reyna að komast frá því að eiga of mikið af drasli. Sem sagt, að binda einhverja skuldbindingar, einhverja vonir við eitthvað sem fer hvort er. En já, ég er kokkur, ég vinn núna á Kopar sem vaxstjóri, er að leiða litla sjóræningja krúið mitt áfram þessu löngum dögum sem við tökum okkur fram. Ég veit aldrei hver ég er vegna þess að ég er mismunandi manneskja í mismunandum aðstæðum. Þú veist, stundum er ég trúðurinn, stundum þarf ég að vera alvarlegri maðurinn, stundum þarf ég að vera bórabögullinn, en þetta eru mismunandi hattar sem ég legg á mig til þess að sýna fram á einhverja sviðsmynd upp á hver Jósef er fyrir ákveðna aðila. Og ég held að það sé satt fyrir alla þeirra. Þú veist aldrei hver þú ert nema það að þú komir í kontakt með einhverja aðra manneskju. Ég hef verið í þessu síðan ég var 13 ára gamall. Warhammer er raun og veru herrkænskuspil sem þú situr saman þín eigin módel. Þú málar þína eigin kalla, situr þau saman og spilar á móti einhverjum öðrum andstæðingi. Ég hef persónulega alltaf verið meira heima á mér, situr saman og mála á þess áttar sko. Þú ert lítið barn sem líður illa því andleg heilsa þess ekki svo frábærust í heimi, á ekki marga vini og þess áttar. Þú veist að það er hrúga plastið sem býður þín heima og þú ert að klippa og mála og líma. Það er svona, já veistu, kannski í lífið ekki alveg jafn hræðilegt núna. Það er ekki þess að ert með þessa hrúga plastið, þú ert með eitthvað til að hlakka til. Þetta er mjög mikið einsamt áhugamál. En andra móti er að þú vilt að fólk, ef þú vilt spila leikinn, þá verður að hafa fólk til þess að spila við. Þú verður að vera approachable enough. Þú verður að vera gæinn sem, það er létt að tala við, það er easy, það er raun og veru, þú veist, það er, samtölun sem hægt að eiga og þess áttar. Ég myndi mæla með þessu fyrir hvert sem finnst gott að vera í sinni einrúmi. Þarf ekki að þarft ekki endilega að vera, þú þarft ekki að tala við fólk. Þarft ekki að, eyða tímanum eitthvað með öðru fólki, en það er samt hluti af áhugamálinu. Og það sem þetta áhugamál hefur gefið mér er aðalega bara vinskapur innan mín sjálfs, þar sem ég hafði lítinn sem engan til þess að hafa með. Minn vinahópur minn fyrsti alvöru vinahópur myndast í kringum þetta hobby. Hvað sem var niður á Hverfisgötu, þar sem það var spilasalur, maður fór þangað, maður hitti fólk, ég neyddist raun og veru til þess að tala við aðra. Ég neyddist til þess að opna mig, ég neyddist til þess að læra raun og veru hinnar félagslegu reglur sem er alveg gífurlega mikilvægt fyrir fólk á þessum unga aldri. Það er að læra þessar félagslega reglur, læra það að þú eigir ekki, að þú kannski á ég við reiðisvandamál að stríða. Já, kannski er þetta ekki eðlilegt. Er að raun og veru læra að vera í kringum annað fólk. Þetta er raun og veru hvernig ég lærði að tala við sko. Jafnvel get alveg á sundum tímum verið mjög óviðeigandi, en út af Warhammerinu þá raun og veru ég verð meiri félagsvera upp á það að gera, sem er bara einu jákvæða. Ég ábyggilega geta verið kokkur ef ég hef ekki, verið í þessu vegna þess að elda krefst rosalega mikla félagsefni. Þú getur ekki verið bara eitthvað einhverjur út í horni. Þú getur ekki verið, þú getur ekki bara haldið kjafti allan tímann og nei, þú þarft að tala, þú þarft að vera, jafnvel þó að tæmi batterið mín að vera í kringum mikið af fólki og jafnvel þó ég þurfi stundum að endurhlaða með að vera heima með þetta saman. Að þá gera það mér samt kleift að vera
eðlileg manneskja undir daglega tali. Það sögðu allir mér í fjölskyldunni, vertu í háskóla, fá þér góða vinnu, þú er að eiga nóg peningum. Ég ólst ekki upp ríkur, sko. Ég ólst upp frekar fátækur. Ég man eftir að koma heim og hafa slökkt á rafmagninu og þess háttar. Það var rosalega mikið fókus á því að þú verður að finna góða vinnu, þú verður að eiga nóg peningum, þú verður að vera, go. Ég lærði alveg margt og mikið í háskólanum, ég breytti mjög mikið braut. Byrjaði fyrst í HR, þar sem ég fór í tölvunarfræði og ég flakkaði milli, ég endist þar í einu önn vegna þess að það var bara ekki til peningar til þess að fylgja fram þessu námi og að vera í 50% vinnu með því. Síðan fer ég í Háskóla Íslands, fer í tölvunarfræði þar, flagna þar, reyna að vera þar í 1 eða 2 ár. Bara mér litist svo mikið. Það veldi mér miklum eymdum að vera á þessum vettfangi. Hvort sem var verkefnin sem maður sett sig fram eða hvort sem var andlegt ójafnvægi sem átti sér stað á þeim tíma. Síðan það skipti yfir í sálfræði. Var þar í 2 ár. Ég ákveði mér dreifleiðist þetta líka. Kannski þetta ekki raun og veru námið sem ég þarf að finna mitt nám sem passar inn í mig. Kannski þetta bara staðurinn sem ég að ég ekki andlega tilbúin í það að vera einhver háskólabók. Þannig ég fer niður á bryggju og hugsaði mér, hvað ef ég bara ískaldur sjórinn í desember, klæddur í þessu hálfviti og hugsaði, 50-50, á ég að stökkva út í sjóinn eða á ég að gerast kókur. Þá sé ég einmitt kóparna í augsýn og ég kasta teningnum og fekk 6, fuck it. Þannig ég skráði mig úr háskólanum. Ég man eftir mjög falleg stelpa sem sagði mér, af hverju þetta hægt? Við vorum basically bekkjavinir. Það alveg sko, big ones if you know what I'm talking about. Og ég ákvað frekar að svitna í heitu eldhúsi með 3 öðrum karlmönnum og heldur en að hanga í námi sem ég fílaði ekki. Þannig að það ástæðan okkur ég var kókur. Bara teningakast, sko. Fínt teningakast. En ég nógu feitur að sjórinn hefði ábyggilega ekki drefið mig, sko. Þannig að það bara ákvað af teningakasti. Það ástæðan okkur ég var kókur. Það engin svona grand ástæða eitthvað. Ég þurfti að fæða heiminn eða raun og veru, ég þarf að búa til næsta glæsilega rétt eða eitthvað hannig. Nei, ég bara fór í þetta vegna þess að af hverju ekki? Ef þú væri boðið 2-fall þar sem hún borgaði fyrir heriðinn, Já. myndirðu selja hann? Oh, hell yeah. Eins og ég sagði þér að ég er ekki bundinn einu. Ég myndi líka þessu svolítið möndulur sem munkar gera út í Asíu. Teikna upp þessar fallegu möndulur og eru bara hvort einhver myndi borga 12 fyrir þetta sem ég var að mála, það önnur spurning. En þeir gera þessar möndulur og síðan eru eyðileggjaðar. Eitthvað sem hefur tekið kannski margar vikur að mánuði eða jafnvel ár. Það eru til að sýna fram á svona fljótleikan af lífinu. Það er eitthvað sem ég reyna að temma mér, að ef ég get borðað góðan mat, ef ég get átt með eitt hobby og ég get bara verið í friði, að þá er ég bara helviti ánægður. Ég mun aldrei skilja af hverju þú þarft að keyra á nýjasta bílnum. Ég mun aldrei skilja af hverju þú þarft að eiga flottustu fötin eða bestu skóna eða eitthvað hannig. Mér er raun og veru alveg sama þessa hluti. Það hverfur allt. Það fer allt saman. Allt saman hverfur á endanum. Þannig að raun og veru skiptir ekki máli.